skulum bara dempa okkur í textan sem við erum með í dag. Við ætlum að halda áfram í Matteusarguðspjalli. Svona, ekkert surprise þar. Við ætlum að klára 11. kafla og það er vers 20 til 30. Ef við standa upp og lesa orð Guðs saman. Þá tók hann að ávíta borginnar, þar sem hann hafði gjört flest kraftaverk sín, fyrir að hafa ekki gjört iðrun. Vei þér, Kórasín, vei þér, Betsaída, ef gjörst hefðu í Tírus og Sídon kraftaverkin sem gjörðist í ykkur, hefðu þær löngu iðrast í sekk og ösku. En ég segi ykkur, Tírus og Sídon munu bærilegar á dómstegi en ykkur. Og þú, Kapernum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steypt verða. Ef gjörst hefðu í Sódómu kraftaverkin sem gjörðist í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi ykkur, landi Sódómu mun bærilegar á dómstegi en þér. Á þeim tíma tók Jesús svo til orða, ég vessama þig, Faðir, Herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum en opinbera það smælingum. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt er mér falið af föður mínum og enginn þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur faðirinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafa og þungar byrðar, og ég mun veita ykkur hvíld. Takið á ykkur mitt ok og lærið af mér, því að ég er hógvær og af hjarta lítillátur. Og þá munu þér finna hvíld sálum ykkar, því að ok mitt er ljúft og byrði mín létt. Amen, var Guðs. Ég var að lesa grein í vikunni og það var að nefna það, að segja það, hver veit hvað er sagt á internetinu í dag. En það var alveg að segja það að sólin á hverjum 2 mínútum sendir svo mikla orku á jörðina að það er sambærilegt allir þeirri orku sem maðurinn framleiðir og eyðir yfir heilt ár í öllum heiminum. Ég myndi ykkur öll kjarnorkuverin, allar gufu, hvernig sem við framleiðum nú orku hérna á Íslandi. Ég myndi ykkur alla orkuna sem maðurinn framleiðir og sólin gefur jörðinni jafn mikla orku á 2 mínútum og við eyðum á heilu ári. Og ég var að hugsa þessa predikun og ég var að hugsa hvað er kraftaverk. Og þessi staðreynd er kannski ótrúleg en það eru fáir sem myndi segja að þetta verður kraftaverk. Og svo lenti ég á annarri grein í vikuna sem að myndi mig á þessa grein sem Time Magazine var með árið 1966. Þá stóð á forsíðu Time Magazine, er Guð dáinn? Og spurningin var þessi og athugasemdin var þessi að vísindin væri rauninni komin á þann stað að við þyrftum eiginlega ekki Guð lengur til þess að útskýra líf. Að við vissum nákvæmlega hvað væri búið að gerast, að vísindin væri eiginlega búin að gera Guð svona atvinnulausan. Og sama árið þá tilkynnti Carl Sagan, sem var svona trúleysingi og náttúrulisti á þessum tíma, að það væri alveg pottþétt að það væri líf annars staðar í heiminum. Og hann sagði að það væri 2 mikilvæg viðmið til þess að hafa huga í að finna líf í alheiminum. Hann sagði að þú þurftir rétta típu af stjörnu og svo þurftir plánettu í ákveðinni fjarlægð frá þeirri stjörnu. Og hann sagði að það væri 8 plánettur í alheiminum og 8 er talað sem er 1 með 27 núllum fyrir aftan. Þannig að hann sagði að það væri það mikið af plánettum í alheiminum og það gerir það að verkum að það ætti líklegast að vera svona cirka septillion plánettur sem gæti viðhaldið lífi. Og septillion er 1 með 24 núllum fyrir aftan. Þannig að það voru það marga plánettur sem átti að geta viðhaldið lífi. Og með þeim yfirþyrmandi líkum byrjaði Bandaríkin og fullt af þjóðum að eyða mjög miklum peningi að leita lífi annars staðar í heiminum. Og meðal annars var sett í gang SETI-prógrammið, SETI, það sem var hlustað á alheiminn við að sjá hvort það væri einhver svona skilabúð að koma til okkar eða hvort það væri eitthvað að gerast þannig úti út af því að Carl Sagan var náttúrulega búin að segja okkur að það var alveg pottþétt líf ekstra annars staðar í alheiminum. En þessi viðmið, það þurfti ákveðna stjörnu og plánetu í ákveðinni fjarlægð frá þeirri stjörnu, fóru frá því að vera 2, yfir í að vera 5, yfir í að vera 10, yfir í að vera 20, yfir í að vera 50 og því meiri viðmið sem komu, því meira lækkuðu líkunar á því að líf var annars staðar í heiminum
og líkunar fóru frá því að líklegast væri 7 tilljón plánetur sem gætu viðhaldið lífi yfir í nokkur þúsundir, nokkra milljónir, nokkur þúsundir, nokkra tugi, nokkra hundruði og svo niður í 0. Eftir því sem viðmiðin hækkaði að þá fór líf frá því að vera algjört eða sjálfgefið að vera annars staðar líf í alheiminum frá því yfir í að vera nánast algjört kraftaverk. Og í dag þá er búin að finna 200 viðmið. Þetta fór frá þessum 2 viðmiðum, þessu 200 viðmið og í dag er jafnvel kraftaverk að líf sé á plánetunni okkar. Það er ekki enn búin að fatta það. En kraftaverkin sem Jesús kom með, hann kom með kraftaverk sem hann benti ekki bara sem gerðist áður. Þótt hann hefði getað verið að benda á sögunar eins og til dæmis þegar Guð leiddi Ísrael út í Egyptalandi og svo framvegis. En Guð, Jesús Kristur, þegar Guð kom í holdi, þá var hann ekki bara að benda á það sem gerst hafði, heldur var hann fyrir framan fólk að sýna mátt Guðs. Þeir sem voru blindir fengu að sjá, þeir sem voru lamir fengu að ganga, þeir sem voru dauðir og byrjaði að lykta fengu að lifa aftur og deyja aftur seinna. Og fólk kom og allavega þegar við lesum þá hljómar þetta rosalega eins og allir sem komu til Jesú fengu að upplifa kraftaverk frá Guði, að Guð mætti þeim. Og hann kom ekki bara með líkamleg kraftaverk, heldur talaði hann með valdi eins og engin annar hafði talað með. Hann kom og hann kendi ritningarnar með visku eins og engin annar hafði. Hann kom og hann breytti lífum með kennslu sinni, með orðum sínum, að hjörtu og sálir og andi fólks byrjaði að breytast í samræmi við það sem hann var að kenna. Og hann breytti reyndar eiginlega öllum heiminum meira með kennslu sinni og orðum sínum heldur líkamlegum kraftaverkum, út af því að þeir sem fengu að sjá, þeir sem fengu að ganga, þeir sem lifnuðu aftur við, áttu hvað eftir að deyja aftur einhvern tíma seinna. En eftir að þeir voru löngu dauðir, þá var kennsla hann enn að umbreyta hjörtu fólks og kirkjum út allan heim. Og eins og Friðberg var að segja í seinustu viku að þá finnst okkur svolítið skrítið, af hverju afneitaru Guði þegar þú sérð hann fyrir framan þig? Af hverju í ósköpunum myndir þú sjá allt þetta og segja nei? Og það sem að Friðberg var að benda á í seinustu viku er að fariseiðarnir, þeir sem voru svona trúarleiðtogarnir síns tíma, allir horfðu upp til þeirra, þeir vildu frekar hafa eigin lof, hafa eigin þægindi, halda í eigin hefðir, heldur en að horfa á sannleik Guðs. Og vildu ekki skilja við hefðir sínar og þægindi og völdu því frekar að vera eigin Guðir, frekar en að segja, ég ætla að gefa myndi sannleik Guðs. En einn mikilvægur þáttur í hvernig Jesús kom og hann kendi öðruvísi kenningar heldur fariseiðarnir voru með. Fariseiðarnir þeir voru með þessar kenningar að raunni, ef að Guð var búinn að blessa þig fjárhagslega, ef þú áttir mikið af peningum, ef þú áttir stórt hús, ef þú áttir góða fjölskyldu og svo framvegis, þá varst þú undir blessun Guðs og þá var Guð búinn að blessa þig. En ef þú varst fátækur, ef þú varst lamur, ef þú varst með sjúkdóm, að þá varst þú undir bölvun Guðs. En það sem við sjáum, þegar við fórum í Mattheus 5 fyrir nokkur vikum, þá er boðskapur Krists allt öðruvísi. Hann kemur og hann segir, sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru sorgbinnir, því að þeir munu hugga að verða. Sælir eru hóværi, því að þeir munu jörðina erfa. Og boðskapur Krists beindist að þeim sem minna mátti sín, sem voru minni í sér heldur en annað fólk. Fólk í rauninni sem var komið á sinn leiðarenda að fattaði, ég er ekki góður í að vera minn eigin Guð, ég er ekki góð í að vera minn eigin Guð, sjáðu hvað ég er búin að gera við líf mitt. Að hann beinist að þessu fólki og við sjáum, þetta er rauninni enn þann dag í dag eins. Að þeir sem eru margir sem eru opnir fyrir trúnni og þeir sem Guð opnar augu þeirra og vinnur í hjörtu þeirra eru oftast fólk sem er búin að ná að stúta lífið sinni á allan annan hátt. Það er búin að prófa allt annað, það er búin að prófa efni, það er búin að prófa drykki, það er búin að prófa að láta annara manneskjur sem Guð í sitt líf, vera sinni eigin Guð, tilbyggja eitthvað annað drasl og búin að komast að því að þetta virkar ekki. Oftar en ekki þegar fólk er komin að þennan stað og þá áttaði sig á, ok, ég þarf á Guð að halda. En áður en við byrjum að tala um hérna lítilmótlu, þá byrjar í rauninni Jesú Kristur að tala dóm Guðs yfir þeir sem hefðu séð hann starfa, sem hefðu séð blinda sjá, sem hefðu séð þá sem gátu ekki labba og þeir sem voru bókstaflega byrjar að lykta út af því að voru að rotna af dauða, lifna við, að þá byrjar Guð að segja, er henni tjá dóm Guðs yfir þeim og hann nefnir hérna borgir.
Kórasín, Betsaída. Þetta voru 2 borgir sem voru nálægt Kapernum. Kapernum var borgin þar sem hann var aðalega hann Jesús og starfaði mest út frá. Og í versi 20 þá sjáum við að þetta eru borgir þar sem Jesús Kristur var hvað mest og hann fremdi flestöll kraftaverki sín og fólk kom til hans. Svo nefnir hann 3 borgir í Gamla testamentinu, Tírus, Sídon og Sódóma, sem höfðu upplifað reiði Guðs. Tírus og Sídon eru borgir sem Guð talar mjög á móti út af því að það tilbáðu Baal rosalega mikið sem faldi í sér meðal annars að fórna börnunum sínum í eld og svo framvegis og framvegis. Og svo er Sódóma, ef þið munið eftir Abraham og Lot. Þetta er svolítið skrítinsaga í Gamla testamentinu, það er eins og hann sé svona að reyna svona að keyra niður verði eins og hann sé í kólaportinu, hálfpartinn, hann Abraham. Þegar hann er að biðja fyrir Sódóma, hann segir, Guð, þú mátt ekki opinbera reiði þína ef það eru 50 réttlátir í borginni, eða það? Nei, ok, ef það eru 50 réttlátir, þá skal ekki. En ef það eru 40? Nei, ok, ég skal ekki gera það 40. En ef það eru 30? En ef það eru 20? En ef það eru 10 réttlátir? Þá mátt ekki ok, ég skal ekki eyða borginni ef það eru 10 réttlátir. Englar Guðs fara inn í borgina og það sem gerist er að Lot sér þá, býður þeim heim til sín og hvað gerist? Jú, borgin safnast fyrir utan heimili Lots, sér að það voru útlendingar komin, biður hann að senda þú út svo þau geta hópnauðgað þeim. Og þetta var borgin sem fekk svo dóm Guðs eftir að Lot og hans fjölskylda fóru út í borginni og eyðilagðist algjörlega. Og þannig að þetta eru borgina sem eru að tala um hana. Sumum finnst þetta svolítið gamaldags að tala dóm Guðs. Mér langar ekki að tala dóm Guðs. Getum við ekki talað bara fluffy Jesú, eitthvað sem er mjúkt og eitthvað sem ég get sagt vinum mínum og þeir eru eftir að segja ég get ekki beint fara þessi vers og vera svona, hei, leið mér að uppörfa þig. Þannig að dóm Guðs, skal segja frá dóm Guðs. En kristnir hafa alla tíð haldið í það að Guð mun dæma. Og einhvern veginn þá höfum við týnt þessu. Fluffy Jesú er frekar ný ímynd. Nýr sannleikur sem kristnir hafa komið með. Það sem Guð er öll ást en engin reiði, engin dómur. Og það sem ég vara við, ef það kemur ný hugmynd í kirkjuna, þá bendir það svolítið á það að það sé ekki byggt á gömlum sannleika Guðs. Og þannig að þessi fluffy Jesú hugmynd er svolítið ný hugmynd og við vitum þetta og við finnum þetta. Við finnum til dæmis þegar eitthvað brýtur á okkur, þegar eitthvað gerir eitthvað við okkur sem við eigum ekki skilið. Við finnum að það er eitthvað rangt að gerast. Við finnum jafnvel þegar við erum að gera eitthvað rangt sjálfa, við erum að gera eitthvað rangt. Við finnum fyrir réttlætiskenndi í okkur. Við finnum fyrir að það þarf eitthvað að gerast, það þarf eitthvað að koma eitthvað dómur á þetta, það þarf eitthvað að lagast. En ég spyr hvað þessi tilfinning er sett af Guði. Þessi réttlætiskennd að þú finnir að það er búið að brjóta á einhverju lögmáli sem er jafnvel ekki lögmál þitt. Bendir þetta ekki á að Guð er búin að gefa okkur lögmál? En Biblían er hrein og bein með það að Guð, hann mun fylgja sínu réttlæti eftir. Hann mun ekki horfa fram hjá synd okkar og það sem liggur hjá okkur í boltinn eru okkar hlið og við þurfum að svara þeirri spurningu, er það Jesús sem greiddi skuld okkar, afbrot okkar, eða er það ég sem mun taka á mig dóm minn? Og hver fyrir ræktina svona reglulega? Er kirkjan okkar góð í að fara í ræktina? Ein. Þú veist nú bara eitthvað á jóladag að setja inn vídeo. Okay. Það er Silvía, þú síðustu 2 mánuði. Það er bara gott. Byrjaði snemma á nýjársheitinu. En við höfum alltaf farið í ræktina, ég ætla að vona að við höfum alltaf farið í ræktina. Hafið þið séð gæjan sem með risastóran brjóstkassa, risastórar hendur og svo bara með svona tannstöngla fyrir lappir? Einhver séð þetta? Þetta er svona þríhyrningur, bendir allt svona niður. Einhver séð þetta? Já, ok, Siggi, ég hef séð þetta. Það er allavega þessu gæjar sem finnst greinilega leiðilegt að gera lappirnar á sér og finnst ekki cool að hafa bara stóran brjóstkassa og risastórar hendur. Og David var einu sinni þannig að hann gat ekki svaraði síman. Og það var það ekki? David. Það var einu sinni með þannig hendur að hann þurfti að svara svona í síman. En það er þessi gæjar í ræktunni sem að hata að gera lappirnar á sér og finnst geðveikt töff að vera með stóran brjóstkassa. Og ég myndi segja að ef þinn Guð
ást og kærleikur og knúsar, en hann ekkert réttlæti eða dómur eða heilagur, að þá það ekki Guð Biblíunnar. Og að hugsa svona eiginlega guðfræðilega útgáfan af þessum gæja í ræktinni. Að þú búin að vinna allt og mikið á brjóstinu, þú búin að allt og mikið á höndunum að þér, en þú gleymir alveg löppunum. Á endunum ef þú hættir ekki að gera það sem þú ert að gera, þá átt eftir einhvern veginn bara að leiðast af svona líkamæður hvert sem þú ferð út af því að lappirnar get ekki höndlað vöðvamassa þinn. Og til að átta okkur á hversu stór ást Guðs þá þurfum við að sjá hversu heilagur Guð Og þegar þú fattar hversu góður Guð hversu heilagur og almáttur, hversu stór og undursamlegur hann þá áttar á því að hann þurfti að elska þig þrátt fyrir syndina, þrátt fyrir allt sem þú gerir og hefur gert. Og þegar þú áttar þig á því hversu skemmd manneskja við erum öll og hversu heilagur Guð að þá elskum við Guð meira, þá föttum við meira hversu góður hann út af því að við sjáum hvað hann þurfti að elska okkur þrátt fyrir. Og þegar við sjáum heilaga hans, þá verðum við dolfallin yfir ást hans gagnvart þér þrátt fyrir allar þína syndir, flekki og galla. Með öðrum orðum, ef Guð lítill í þínum augum, þá hefur hann líklegast eitthvað að segja hjarta þitt frekar en hver Guð Kannski það út af því að þú hefur bara hugsað kærleika, ást og knúsa Guðs, en ekki hugsað réttlæti, heilagleika og það sem hann þurfti að elska þig þrátt fyrir syndir okkar, þrátt fyrir galla, flekki. Og við lesum áfram hvernig smælingarnir, þegar þú ert of upptekin að lofa þína eigin mynd, að horfa í speilin og þú horfir ekkert annað, þú horfir ekki á Guð. Mér finnst það magna að hann segir, ég vex saman því Faðir, Herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum en opinbera það smælingum. Og maður verður að spyrja sig, af hverju opinbera Guð þetta smælingum? Hugsanlega notar Guð það að þeir séu ekki horfa á sig allan tíman, að þeir séu búin að fatta, ég lélugur Guð. Og eins og heimspekingurinn Jim Carrey sagði einu sinni, hann ekki mikið heimspekingur, en hann sagði þetta sem mikið viskæi. Hann segir, ég vona að þú fáir allt sem þú vilt. Ég vona að þú fáir alla fræðina, alla ástina, alla kærleikana, alla peningana, allar eignir sem þú vilt til þess að þú fattir að það ekkert í þessu. Og Jim Carrey, þóttu við elskum hann öll og hann ógeðslega fyndinn, þá dílar hann við þunglindi, massíft þunglindi. Og hann að segja henni, þegar þú kemst á toppinn, þá fattar þú þetta allt innantómt drasl. Og kannski það að smælingarnir, þeir sjá þennan boðskap Guðs út af því að þeir eru loksins hættir að horfa á sjálfan sig. Og horfa á, ég get verið minn eigin Guð, ég get gert þetta sjálfur. Heldur eru farin að hugsa, hvar raunveruleg gleði, hvar einhver sem getur stjórnað mínu lífi vel út af því að ég ekki að geta þetta. Sjáum að Guð ennþá að vinna í svona fólk í dag. Og til þess að vera smælingi, þá vil ég ýta undir þetta, þú þarft ekki að vera í sjálfshatri til þess að vera smælingi. Þú getur verið smælingi á mjög heilbrigðan hátt með því að horfa á þig í samræmi við Guð. Og ég teki eftir því að nánast allir sem eru stoltir, sem eru fullir af stolti af sjálfum sér og getu sinni, fólk sem að miða sig við annað fólk. En til þess að þú getur verið smælingi á mjög heilbrigðan hátt með því að segja, hver ég, hversu mikið ég búin að klúðra bara í dag og hversu heilagur Guð. Já, ok, Guð ennþá fullkominn og ég ekki. Það mjög heilbrigð, þannig getur verið fátæki anda því við föttum að Guð, við höfum ekkert upp á að bjóða honum. Hann býður okkur, hann bjargar okkur. Við sjáum líka þegar við lesum hérna það sem hann talar að Jesús er mjög sérstakt samband við föðurinn. Hann einstakt samband við föðurinn. Við höfum ekki að þekkja soninn, við höfum gennir samband við föðurinn, þeir sem eru kristnir hér inni. En aldrei á þennan stað sem að Jesús á. Þegar þú ert einn af þríeiningunni, þá máttu sýna fram á að þú ert með sérstakt samband við Guð. En hann heldur áfram og hann talar ok. Hann talar að taka á sig ok Guðs. Og það sem að mér fannst fyndið einu sinni, ég ruglaði, ég var svona, hvað ok? Hann notar ekkit ok rosalega mikið í dag.
Veist, og ég held að ég verið úlingastarfinu og einhver sagði, hvað er þetta ok? Það voru einu úlingur okkar sem, hvað er þetta ok sem ég verið að tala um? Það er þetta ekki ok, þetta er ok. En ok, þetta er fyrirbæri sem var notað í gamla daga, þar sem að þú varst kannski með 2 uxa sem átt að draga einhvern hlut. Og þú varst með stóra spýtu sem fór yfir herðarnar á báðum uxum, svo kom lítið op, þar sem að hausinn á þeim fór í gegn og það voru 2 lítil op, þar sem 2 uxar voru komin saman og þeir voru að draga eitthvað. Og þetta var gert til þess að báðar skepnunar myndu nota kraftana sína til þess að draga sama þungan. Og þegar Páll til dæmis notar þetta, hann notar þetta til þess að lýsa sambandi okkar, að kristin menn eiga ekki að vera í ójöfnugi sambandi, að vera í sambandi við ókristi fólk, og segir hann að okið verið hvað misjafnt eða uneven, ég veit ekki hvernig ég á að þýða þetta yfir íslensku, en misjafnt held ég að sé gott. Hann talar að, ef einn er á leið til Jesú Krist og hinn er á leið eitthvað annað, þá virkar okið ekkert sérstaklega vel. Að til þess að ok virki, þá verður við að fara í sömu átt. Og það sem stendur uppi fyrir mér er að hann talar hvernig getur ok sem er bindandi, sem að bindir hver þú ert og heftir frelsið þitt, verið ljúft, og byrði sem bendir á eitthvað sem þungt verið létt. Og hér er stóra mótsögn trúar okkar að Guð, hann biður fylgjendur sína, hann segir, takið upp kross ykkar og fylgið mér, afneitið sjálfum ykkur og fylgið mér. Og kross í nútíma samhengi getur verið, eitthvað svona rómantískt í hugum okkar, við erum með þetta í eyrunum eða á hálsmenni eða eitthvað svoleiðis. Þá hefði fólk hugsað dauða, þjáningu, pyntingu, niðurlægingu, og Jesús var að segja, takið upp allt þetta. Takið upp pyntingu, takið niðurlægingu, takið þetta og fylgið mér. Og mótsögn trúar okkar er þetta, hann segir okkur að gera þetta, hann segir þó að hamingjan liggi hjá sér. Og þetta er ótrúlega skrítið, hvernig liggur hamingjan, hvernig getur byrði verið létt, hvernig getur ok sem er heftandi verið ljúft. Og þetta er magnaði við trú okkar. Í því hver hann er, þá mun sál okkar loks hvílast, því að við finnum okkur þar sem við erum sköpuð til að vera í sambandi við Guð sjálfan. Líkamlega þjáningar, allt í einu, fölna í samræmi við gleði og náðar Jesú Kristur okkar í vonleysi og synd. Ímyndið ykkur hvernig það verður að ganga inn til Guðs, að jafnvel Páll sem þjáðist nánast allan sinn feril. Hvað segir hann? Þessi tímabundna þjáning er ekkert með við það sem koma skal. Að frammi fyrir því að við erum fyrirgefin, frammi fyrir því að það er búið að hreinsa synd okkar, það er búið að fyrirgefa okkur, frammi fyrir því að við vitum hversu heilagur Guð er og hversu ónýtur ég er. Hvernig er ekki hægt að vera glaður í því? Hvernig er ekki hægt að vera glaður í því? Líkamleg þjáning og fölnar í ljósi þess. Og við föttum hversu magnaður Jesús Kristur er. Og þegar markmið okkar er drifið af því að við elskum manneskjuna frekar en verkefnalistin sjálfur, að við fáum að klára verkefni út af því að við elskum manneskjuna, að þá verður byrði okkar og okkar létt. En líklegast á hann meira en bara það að hugsanir okkar breytast, heldur að verkefnið okkar gerist ljúft, heldur breytist verkefnið algjörlega. Verkefnið breytist frá því að vera byggt á okkur yfir að vera byggt á einhverjum sem að við getum raunverulega vitað að þeir geta unnið verkið. Að Guð getur unnið verkið sem að við getum ekki. Og þetta er það sem er rosalega þreytandi við önnur trúarbrögð. Þau segja nánast öll saman hlutin. Þau eru sammála hvað er ránt og hvað er slæmt. En hvernig á ég að nálgast Guð ef ég veit hver ég er? Ef ég trúi því að Guð er heilagur og réttlátur, hvernig á ég að nálgast hann? Öll trúarbrögð segja, reyndu bara. Vonastu bara til þess að hann svíki það að hann sé ekki réttlátur á endanum. Að hann bara svona íti syndum. Það svarar engin spurningunni. Hvernig á Guð að fyrirgefa mér án þess að svíkja að hann sé góður og réttlátur?
Og þannig að flest öll trúarbrögð að segja, gerðu A, B og C og þá munt þú nálgast Guð, og okkar trú segir, þetta það sem Guð gerði til þess að nálgast þig. Að allt öðruvísi. Og eins og Francis Schaeffer segir, þá er okkar trú svo auðveldasta trú sem við höfum. Við erum sköpuð á Guði, við erum frelsuð af verki Jesú Krist og við erum umbreytt af heilugum anda. Það er rosalega lítið sem við sjáum nema það að eyðileggja allt. Við sjáum að koma öllu í klandur, við sjáum að klúðra öllu. Og það er Guð sem sér að skapa okkur, það er Guð sem sér að frelsa okkur, það er Guð sem sér að umbreyta okkur. En þessi raunveruleiki gerur okkar trú einnig að svo erfiðustu trú sem til út af því að allt í einu elskar þú manneskja. Allt í einu elskar þú Guð. Allt í einu þegar þú sérð þessa ást, þá þetta ekki bara svona afstæð fjarlæg vera. Þú særir þann sem ég elska. Ég særi þann sem elskaði mig þrátt fyrir vonleysi mitt, þrátt fyrir synd mína, þrátt fyrir klúður mín. Og þannig breytist byrði frá því að vera skylda yfir í að vera heiður. Ég þrái að sýna honum sem ég elska hvernig ég elska hann og hversu mikið ég elska hann. Ég þrái að sýna honum með því að taka minn kross upp daglega, afneita sjálfum mér, lifandi fyrir hann. Og byrðin fer frá því að vera þung yfir í að vera létt og okið fer frá því að vera þjáning yfir í að vera ljúft. Og við getum hlegið að fólkinu þannig, við getum hneykslast yfir því af hverju þegar þið sáuð Guð á meðal ykkar, þegar þið sáuð öll þessi kraftaverk, af hverju snerið þið ykkur ekki til Guðs? Hvað í ósköpunum þarf að gerast þannig að þið ætlið frekar að halda ykkur dauðar hefðir heldur en að taka við sannleika Guðs? Hvernig gastu ekki trúað? Hvernig gastu verið svona fastur í dauðum hefðum? Í dauðri trú sem færði þig ekkert nær Guði? Hvernig varstu tilbúin að fórna sannleika Guðs fyrir þægindi? Við getum verið að hneykslast á fólkinu þá. En ég held að við getum svo auðveldlega verið að sjá flísina í augu þeirra fyrir 2000 árum og ekki sé bjálkan í okkar eigin auga. Við höfum 2000 ára sögu. Við höfum 2000 ára sögu sem bendir á kraft Guðs. Við höfum 2000 ára sögu sem sýnir hversu valdamikill Jesús Kristur er. Maður fæddur í litlum bæ í Mið-Austurlöndum bugar Rómaveldi með fylgjendum sínum sem eru fiskimenn, sem eru svona ragtag group. Hann mótar ennþann dag í dag siðferði, viðmið og menningu þjóða, konunga. Nánast öll trúarbrögð vilja gera hann að einum af sínum spámönnum eða eitthvað hlis. Þú getur snúið nánast öllum trúarbrögðum. Það vilja allir hafa Jesú í sínu trúarbrögði. Ná, það er ekki Guð, það sagði ekki þessu hluti og eitthvað svona, en við viljum hafa samt Jesú því að það veit allir hver Jesús er. Síðan að Jesús dó hafa heimsveldi komið og farið, stórfyrirtæki komið og farið, valdhafar fjölskyldur komið og farið, iðnaðir, heilir iðnaðir hafa komið og farið. Hugmyndafræði, trúarbrögð, uppfinningar, lönd. Þetta er allt búið að koma og fara, en enn þann dag í dag stendur kirkja Guðs, játandi Jesú Krist sem konunga, dýrlegan og hátt upp hafinn yfir alla þessa jörð. Í dag á þessum degi, á sunnudegi, út allan heim, er fólk að koma saman til þess að syrgja það, ég get ekki meir, en fagna því að Jesús kom í minn stað og orð Guðs, Biblían, hún er búin að liggja undir kritískum augum í 2000 ár. Og hér erum við enn þann dag í dag að tala hana. Það eitt, þegar ég var yngri, ég var að hugsa, hvað kraftaverk hef ég í mínu eigin lífi. Ég var að hugsa, út af pabbi minn var alltaf ég held að var að predika, 3 sinnum í viku á tímabili eða eitthvað. Og ég var að hugsa hvað kraftaverk ég sæi alltaf í kringum mig og ég man eftir ég hef hugsað, það er nú bara kraftaverk hvað er að tala mikið þessa einu bók.
hverju viku erum við að koma saman og við erum að tala orð Guðs. Í 2000 ár hefur hún leiðið undir krítískum augum, undir augum fólk sem vill ekki að þetta sé satt og reynir að afsanna þetta og reynir að ýta þessu til hliðar, og enn þann dag í dag eru milljónir bræður og systra út allan heim sem að fagna þessu sem æðsta vald yfir trú og lifnaðarhátt. Og þessi maður, hann málar sýn okkar á daglegt líf, hann breytir hugsun okkar á þjáningu, á blessun, á peninga, á eignir. Hann breytir hvernig við lofum Guð og gefum honum dýrð, og daglega þá gerast stærsta kraftaverk allra tíma það að Guð einhvers staðar í þessum heimi tekur sál, tekur anda sem var dauður og gefur líf. Ég er hér í dag út af því að Guð gaf mér líf þegar ég var dauður. Það stærsta kraftaverk er ekki þegar að einhver dauður Lazarus reisi upp frá dauðum því að hann myndi deyja aftur seinna. Stærsta kraftaverk er að Guð, ef þú ert kristinn hér í dag, þá er Guð búinn að mæta þér, gefa þér líf þar sem þú ert andlega dauður, og nú mynd þú ekki deyja aftur. Ekki svo Lazarus, bara upplifa það að þau eru rotna tvisvar, pældi því, Lazarus. Skrítið maður, upplifa það að rotna tvisvar. En við fáum að upplifa það að við höfum eilíft líf. Og Rómverjabréfið 1, það segir okkur að allir geta hort á heiminn og séð hver Guð er. Þú getur séð að hans er skapari, þú getur séð eðli Guðs í sköpun hans, í þessu lögmáli eins og ég var að tala áðan. Við finnum þegar eitthvað er rangt, þegar eitthvað er ekki rétt, sama hvort einhver annar er að gera það við okkur eða við erum að gera það, þá finnum við innan með okkur. Og við getum hort á sköpunina sjálfa og við fáum að sjá aðeins hver Guð er. Og því segir Rómverjabréfið 1 okkur að allir standa fyrir framan Guð. Einn daginn þegar við dröfum okkar seinasta andardrátt, þegar að hjarta okkar gefst upp, þegar líkam okkar deyr, þá munum við öll standa fyrir framan Guð og enginn verður með afsökun. En svo ég las Richard Dawkins Gatelúsin og hann var að tala að þegar ég stend fyrir framan Guð, ef að Guð er til, þá ætla ég að segja við hann, af hverju varst að fela þig svona vel? En Rómverjabréfið 1 segir að Guð er ekki að fela sig. Guð er til staðar og hann er að sýna hver hann er, jafnvel í bara siðferði okkar, í sektarkennd okkar. Þegar við gerum eitthvað rangt og við finnum fyrir því, jafnvel hafið upplifað að labba fram hjá manneskju sem er að hugsa eitthvað, sem er bara þung, og þeir finni bara að það er eitthvað rangt. Og þeir labba henni í herbyggju og þeir fundið að kona henni, að kallið henni, að makki henni, að systi henni, að hvað sem það er að díla við eitthvað þunglyndi. Það er ekki búin að segja neitt, bara svona finnur. Fullt af hlutum sem við finnum í daglega lífi sem bendur á hvert Guð er. Við sjáum sköpunina og við getum ekki, við stöndum framan Guð og enginn er með þá afsökun að segja Guð af hverju faldur þið svona vel, því hann er ekki að fela sig. Og í dag eru trúleysingar út allan heim að segja ég trú ekki á Guð, en samkvæmt Rómverjabréfinu 1. kafla þá er Guð að segja að hann trú ekki á trúleysingar. Það er bara þannig, enginn stendur án afsökunar með afsökun framfyrir Guði. Sérðu vald Krist, sérðu eðli föðurins, sérðu hvernig hann skapar heiminn, sérðu hvernig heilagur andi, ef þú ert ókristinn hér í dag, horfðu á fólkið í kringu þig, spurðu hvað er Guð búinn að gera í þínu lífi. Sjáðu hvernig Guð er búinn að taka einhvern sem var vonlaus og gefa von, sem var með enga gleði yfir að gera gleði, jafnvel einhvern sem er í líkamlega vonlausum kringustæðum er samt með gleði. Sérð þú verk heilags anda í fólkinu kringum þig? Þú stendur án afsökunar. Ef við stöndum fyrir framan Guð þá verður engin afsökun. Við segjum ekki Guð, þú faldi þig svo vel. Hann er ekki að fela sig. Sérðu vald Krist þegar hann gekk á jörðinu og eftir hann fór, sérðu áhrif hans, jafnvel nú, 2000 árum seinna erum við að tala þennan mann, Jesú Krist. Við stöndum frammi fyrir Guði án afsökunar. Og þegar Jesús var spurður hvert er mikilvægasta lögmálið, þá sagði hann að allt lögmálið væri innifalið í þessum 2 lögmálum. Elska Guð af öllu hjarta, öllu mætti og öllu sál og elska náungan eins og sjálfa þig. Og ég held að við verðum að gera þetta fyrst og fremst að elska Guð og svo að elska aðra. Og lögmálið, auðvitað, þú segir kannski, Gunnar, lögmálið er náttúrulega sett í staðar til þess að sýna að við getum ekki framkvæmt það, en núna í ljósi þess hversu magnaður Guð er, að hann hefur frelsað okkur, hann hefur gefið okkur líf, þá er það ljúf byrði
Það er létt byrði að hafa þetta sem markmið í mínu lífi. Ég ætla að láta mitt líf snúast það að elska Guð vel og elska aðra vel. Og ég les textan og ég sé einstakling Jesú Krist, hann talar með sannleika dóm Guðs. En ég sé líka einstaklingin sem talar ást Guðs og ákalla með ást. Komið til mín. Komið til mín ef þeir eru með þungar byrði. Komið til mín og taktu á mitt ok því það ljúft. Og mín byrði létt. Mér finnst það magnað að heyra Jesú Krist tala. Og maður sér, hann er ekkert að skafa af sannleikunum. En þú heyrir ást hans. Komið til mín, þeir sem þungar byrði berið. Og hann hefur ánægju okkar í huga sem á endanum gerir hann gleði. Þegar við finnum ánægju okkar í Guði, þá er hann dýrlegur í okkur. Ég sé til dæmis minni eigin tilhneigði að gera tilfinningalaus stundum. Þú veist, þegar ég elska að pæla í guðfræði, ég elska að pæla í kenningum, og við getum sest niður og við getum fyrir að tala dóm Guðs sem eitthvað svona afstætt hugtak og ég myndi elska að tala það. En það er eitt af því sem að, þú veist, ég var að pæla í, ætla ég að gera eitthvað, þú veist, er þetta asnalegt að gera bara svona markmiði fyrir hvert ár eða, þú veist, ætti ég að gera eitthvað að losna við eitthvað kíló eða, þú veist, og eitt af því, ég ætla að losna við eitthvað kíló, ég þarf að losna við kíló. En eitt annars markmið sem ég held að við ættum að íhuga, eitthvað andlegt markmið. Hvar vil ég vaksa? Hvernig get ég verið að líkast Guði betur þessu ári? Og allavega þegar ég var að lesa þennan texta þá stakk það í hjarta mitt að ég get svo verið kaldur að tala guðfræðileg hugtök án þess að elska fólki vel. Ég get elska Guð rosalega vel með því að demba mér í guðfræði, demba mér í kenningar, demba mér í hugtökin, demba mér í að fatta þetta Guð og reyna að kynnast Guði betur. En það sem að ég tók eftir því að þú veist, þegar ég sé ást Guðs og kærleik Guðs hér, hann talar sannleikan út en hann kemur samt með kærleika og ást. Mér langar að vaxa í þessu, mér langar að líkast honum á þennan hátt. Við sjáum í Jesú í dag áminningu og uppörfun. Áminningu að gerast ekki okkar eigin guður því að byrði okkar mun ekki vera bærileg, hún mun eyða sál okkar á endanum, og uppörfun að Guð hefur tekið á sig byrði okkar og gert hann að ljúfa fyrir þann sem kallar sig kristinn. En ef við finnum einnig áminningu í hvernig Jesú Kristi áminnir okkur í dag, hvernig hann áminnir okkur. Þú veist, áminning hans, hann er ekki að skafa af sannleikunum en hann samt drifinn af ást. Þú sér það í textunum. Hann varar við dómi Guðs og syrgir þjáðar sálir en þjáning sem við höfum veitt sjálfum okkur og hvernig ætlum við að áminna? Og ætlum við að taka áminningu Guðs okkur núna? Að Guð er að segja okkur eitthvað sannleikin í dag. Dómur Guðs er raunverulegur og það eru allt of fáar kirkjur að tala það. Í nafni kurteisis viljum við sleppa því að tala dóm Guðs, en í nafni kurteisis eru margar sálir að glatast að eilífu. Erum við tilbúin að taka áminningunum þetta er raunveruleiki í okkar lífi en líka að fylgja fordæmi Jesú Krist, tala þetta ekki bara af einhverju hatri eða í reiði eða hvað sem það er, heldur gera það úr kærleik og ást. Eins og ég sagði áðan, þegar þú fattar hversu heilagur Guð er, hvað hann þurfti að elska þig þrátt fyrir syndirnar, þrátt fyrir föll þín, þrátt fyrir klúður, þá hækkar álit okkar á Guði, og ef álit okkar á Guði er lágt, þá er það meira að segja hjarta okkar heldur hver Guð er. Og trúarleiðtogar tíma Krist voru ekki þeir sem bentu á verk Guðs og hans léttu byrði, þeir voru þeir sem íþyngdu byrði fólksins. Fall fariseanna var ekki það að þeir tóku út reikningarnar of alvarlega, það er að þeir föttuðu ekki punktinn á reikningunum. Þeir predikuðu það sem öll önnur trúarbrögð predika. Reyndu bara aðeins meira og þá myndu við nálgast Guð. Og hver er þín þunga byrði? Er það dauður, rétttrúnaður, kanntu guðfræðileg hugtök en það er bara eitthvað dautt drasl í skápnum hjá þér? Kannski er það þetta, að þú getur ekki losað þig við eitthvað sem þú hefur gert, eitthvað sem að þú fattar ekki að Guð er búin að deyja fyrir allar þína syndir, hversu stórar, hversu litlar þær eru. Hvað er þín þunga byrði?
Textin okkur í dag að segja, komi til mín. Hver þín þunga byrði? Sannleikurinn að við verum aldrei nógu góð fyrir himnaríki. Við verum aldrei vera nógu góð til að standa frammi fyrir Guði. En það sem ég elska að Biblan talar að þeir kristnu eru ívafin í Kristi. Þegar við stöndum fyrir framan Guð, þá það ekki sekt okkar sem að sést. Þá það hvernig Jesús Kristur hefur borgað sekt okkar. Og hvernig getum við farið út í þessa viku lofandi Guð? Getum við tekið á okkur ljúft og létta byrði? Getum við sagt, ég ætla að vera betri eiginkona, ég ætla að vera betri eiginmaður til dýrðar Guðs, ekki út af ég neittur eða neitt til þess, heldur út af ég vil lofa Guð á þennan hátt. Getum við verið betri starfsmaður eða yfirmaður? Getum við verið betri foreldrar? Getum við verið betri börn? Getum við verið betri bara í mínu daglega lífi til þess að gefa honum dýrð út af hann á skilið alla lofgjörð og alla dýrð? Hvernig væri að hafa markmið að gefast upp og taka byrði og Krists fyrir þetta ár? Hættu að þyngja þig niður með ómögulegum byrðum sem mun einungis kremja þig undan þyngslum þeirra. Okkar byrði gerð fyrir Guð. Hann sá sem ber okkar byrði. Ef þú reynir að bera þessa byrði, þá munt þú falla. Ok, við skulum lofa Guð. Mér langar að við byrjum bara örstutt saman. Svo ætla ég að biðja Helga að koma upp og við ætlum að gera brauðspurningu saman. Við skulum bara biðja heilagur Faðir. Við játum það, Drottinn, að það oft það sem hjarta okkar leitast eftir að réttlæta sjálfan okkur. Jafnvel þegar við föttum fagnaðarerindi, það rosalega skrítið hvað við erum fljót að gleyma. Drottinn, en byrði þín létt og þitt ljúft og við játum það, Drottinn, að það allt og oft það sem við gleymum að taka þessa byrði upp. Þína byrði upp, þitt og við reynum sjálf. Ég bið, Drottinn, að þú gefur okkur iðrun. Þú hjálpar okkur, ef við erum kristin hér inni, að þú hjálpar okkur að líkast þér betur, að taka orð þitt alvarlega og fatta það að þitt verk á krossinum kláraði allt. Og megi, Drottinn, ást okkar til þín keyra okkur í að elska þig betur með lífum okkar. Drottinn, megi líf okkar endurspegla hversu mikið við elskum þig. Megi við lofa þig með öllu sem þú hefur gert, Drottinn, fyrir allt sem þú hefur gert. Fyrirgeð okkur syndir okkar. Drottinn, ég bið fyrir þeim sem eru ókristnir hér inni. Ég bið að þeir mætti heyra þennan boðskap. Þeir mætti heyra það að það engin von fyrir utan þig. Þeir mætti hlaupa í þinn faðm, taka á sig þitt og taka þína byrði því að hún ljúf og þitt létt. Ég bið að fyrirgefa okkur, Drottinn. Fyrirgefa mér líka bara, Drottinn, fyrir hvernig ég hef lagt allt mitt púður í að elska þig og í gegnum guðfræði, í gegnum kenningar, en glemt því að elska fólk. Hjálpaði mér og hjálpaði okkur að læra af því að þú talar, þú skafar ekkert af sannleikunum, þú ert ekki að taka af þeim sannleika að án þín sál okkar glötuð, en á sama tíma þá kemur með ást og kærleik og þú segir þetta á þannig hátt að þetta ljúft. Drottinn, megi ég þegar ég tala við aðra og megi við þegar við tölum við aðra í kringum okkur, þegar við erum að benda á fagnaðarerindi, ekki gera það með hatri eða reiði, Drottinn, megi við gera það með ást og með kærleik eins og við sjáum í textanum í dag. Hjálpa okkur að elska þig vel, hjálpa okkur að elska hvort annað vel og hjálpa okkur að elska þennan heim vel. Að megum við leitast eftir því að sálir fólks megi endurleysast í verki þínu. Við þökkum þér fyrir náð þína og fyrir miskunn í Jesú heilaga nafni. Amen.